mikið í gangi á hverjum tíma. Síðasta þætti fjölluðum krabbameinsmálin, en núna ætlum við að halda áfram að fjallum umhverfismálin, náttúruverndina og hálendisþjóðgarðinn. Og til þess hef ég fengið til mín öflugt fólk sem í ferðaklúbbnum 4x4 og ætla að fjalla svolítið það hvernig almenningur í gegnum útivist og annað að nýta hálendið og hvaða starfsemi fer þar fram og reyna að varpa svona víðara ljósi á því hvað fer fram á hálendinu og til þess fengið til mér Sveinbjörn Halldórsson sem formaður Samút, Samtök útivistarfélaga og svo ferðaklúbbsins 4x4 og Írisi Friðriksdóttur sem formaður umhverfisnefndar eða ferðaklúbbsins 4x4 og Snorra Ingimarsson sem situr fyrir hönd Samút eða útivistarfélaga í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs. Þannig að ég hef trú á þau og þau geti svolítið frætt okkur það hvernig almenningur nýta hálendið og njóta þess. Þannig að ég fæ ykkur kannski bara aðeins að kynna ykkur og hver svona fyrir hvaða félag þið að starfa og slíkt. Sveinbjörn, þú myndir byrja? Já, vel. Sveinbjörn Halldórsson heiti ég og ég reynda starfandi sem fasteignasali dagsdaglega á fasteignasölunni Garði. Og ég líka formaður ferðaklúbbsins 4x4 og einnig formaður Samút. Viltu að ég segi frá? Já, segðu aðeins hvað Samút og ferðaklúbbsins 4x4, bara örstutt. Já, ferðaklúbbsins 4x4, hann stofnaður í mars 1983 og hann stofnaður af aðilum sem höfðu áhuga útivist á vélknúnum farartækjum í afþreyingarskyni. Strax við stofnun klúbbsins þá var náttúrulega sett markmið upp og aðalmarkmiðið átti að vera að standa vörð ferðafrelsi allra þeirra sem höfðu áhuga að ferðast á fjórhjólabílum hálendi Íslands og einnig var náttúruvernd sett mjög ofarlega og það má eiginlega segja í dag umhverfisnefndin okkar hún að starfa nánast á upphafi stofnun klúbbsins og hún stærsta nefnd innan klúbbsins. Íris getur náttúrulega sagt betur frá því. Akkurat, og en þið eru samt svo aðilar að Samút, segðu okkur örstutt frá Samút líka. Já, Samút raun og veru regnhlífarsamtök þar sem inn 20 aðildarfélög og það eru reyndar félög að banka inn hjá okkur og vilja fá komast inn, en Samút félag þar sem að öll félögin eiga fulltrúa inn í og það 20 manna stjórn, síðan höfum við 5 manna framkvæmdastjórn. En þessi stjórn kemur saman og innan þeirra eru kosnir fulltrúar fyrir útivistarfólk til dæmis í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs, eins og Snorri fyrir okkar hönd þar. En við erum líka með fulltrúa í svæðisráðum og við erum með á strandveiðilengjunni og það eru ýmsir fulltrúar sem við erum að skipa hér og þar. Og það gerir Samút í krafti þess að þar inni eiga öll útivistarfélög að vera. Glæsilegt. Já, Íris, segðu okkur aðeins frá þér og umhverfisnefndinni. Já, ég heiti Íris og að vinna fyrir Nox Medical í verkfræðistöðu og formaður umhverfisnefndar 4x4 ferðaklúbbsins og einnig að starfa í ungleiðanefnd þar sem við erum í samstarfi við ungir umhverfisinnar og tökum fleiri verkefni að okkur. En viltu kynna Snorra áður en að ég fer að tala umhverfisnefndina? En segðu mig samt bara byrjaðu bara umhverfisnefndinni strax svona örlítið. Já, ok. Við erum að starfa að fjölmörgum verkefnum innan klúbbsins og flest þeirra að snúa að náttúruvernd. En við skipuleggjum einnig árlega viðburði sem við höldum og það eru þessar stikuferðir og landgræðsluferðir og einnig höfum við verið að dreifa átakinu sem að kallast Aukum slóðan. Þar erum við að dreifa þessum boðskap að aka slóðan frekar en að sveigja framhjá hlutum. Já, þetta allt saman mikilvæg verkefni sem þarf einmitt að sinna og gerist ekki að sjálfum sér, það nokkuð ljóst. Snorri, segðu okkur frá þér og þínum hlutverkum. Já, komið sæl. Ég hef nú verið lengi í þessu og hjarta mitt hefur ávallt brunnið með hálendinu. Þannig að þetta svona rökréttu framhaldi og það gaman að taka þátt í fyrir Samtök útivistarfélaga að vera í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs. Ég hef verið þar á 9. ár
og fylgt honum áfram á ákveðnu þroskaferli þar og vona að það verði eitthvað áfram. En ég líka stofnfélagi í ferðaklúbbnum 404 og kom fyrstu ári mjög mikið nálægt tæknimálum og breytingum. En núna síðar ár hefur verið meira í verja ferðafrelsið og bara sinna okkar umhverfishagsmunum allra. Og ég hef áhuga að koma aðeins á eftir inn á samspil þessara hluta. En ég starfa sem rafmagnsverkfræðingur í upplýsingaöryggi, ættaður oft uppsveitum Árnessýslu, náskyldur Fjallaeyvindi sem allir kannast við og með upplifið sterkar rætur og hvað að segja, mikla núvitund og vellíðan hann inn á Hálendinu. Já, einmitt, og þetta kannski þið eru öll með fjölbreytt störf og fjölbreyttan bakgrunn, þannig að þetta hlýtur allt að koma saman í þessum störfum sem þarf að sinna á Hálendinu í svona félagsstarfi, að hvernig á að útfæra hlutina og annað slíkt. Alveg tvímælalaust og það er líka kannski ágætt að segja frá því að til þess að vera til dæmis innan ferðaklúbbsins þá þarftu ekki að eiga bíl. Þegar ég gerðist formaður í ferðaklúbbnum þá ók ég bara að Grand Cherokee á 29 tómmu dekkjum, bara orginal. Og ég fékk að vera formaður í 8 ára áður en ég náði að koma stærri dekkjum undir hjá mér, þannig að það geta allir gert meðlimir. Eigið þið öll bíl? Já, núna, en ekki upphafi. Nei. Þá fekk maður alltaf að vera svokallaður kóari, þá var maður að sitja í hjá öðrum og er alltaf sendur út að moka og svona, maður lendir í vesinni og þarf að tengja spotta á bíla og er svona meira í svona erfiða brasinu. Akkurat, en fékkst það með ekki njóta ferðarinnar. Og hvað, keyptir þið svo bara bíl til þess að fá að keyra sjálf og er ekkert hægt að fá lánað? Nei, svo ákvað maður þurfti að fara í meira aksjón og fá að keyra líka. Það er svo ótrúlega stór partur af þessu. En ég og vinkonum mín keyptum bíl saman til þess að minnka þennan kostnaða því að það er svolítið dýrt að vera að reka þennan bíl, svo kallaðan. Og eftir það þá fórum við að ferðast ótrúlega mikið Hálendið og að læra bara sjálfar af reynslunni að eiga bíl og reka. Að græja ef maður lendir í brasi eða vesinni. Ef það brotnar eitthvað, þá fer maður bara sjálfur í málið og græjar það. Akkurat. Þannig að þið lærið þá bæði á Hálendið og landið með að ferðast annum og svo á tæknihluta að bjarga sér óbyggðum. Já, það er svo ótrúlega mikið sem maður lærir á sig. Þessum tilfellum þá erum við að fara á ákveðna staði. Það er innan þess að vera í svona ferðum eins og þegar við erum að fara í ferð sem heitir stórferð. Þá förum við á eitthvað svæði á landinu og þá förum við jafnvel eins og við hugmyndin hjá okkur að fara á Mývatn. Og þetta er hvað í fyrra, þá voru þetta 250 mann sem voru skráðir í ferðina. En þegar við komum á Mývatn þá taka þar á mót okkur sért Húsvíkingar og Eyfirðingar og þeir skipuleggja hvar við förum, hvert við förum og hvernig. Þarna erum við að læra á ný svæði og þá fáum við alltaf kunnáttu menn til þess að lóðsa okkur og kenna okkur á svæðinu og eins líka til þess að dreifa álaginu. Og þetta margar ferðir sem að fara skipulagði, er fólk almennt að fara bara sjálft upp á Hálendið eða er þetta oftast í skipulagðum ferðum og þið eru með mikla starfsemi á Hálendinu, eða ekki? Jó, við eigum alveg 2 skála eða 3 skála og erum með, held ég, 6 aðra í fóstri. Skálar sem við höfum tekið sem hafa verið bara hruni komnir og þeir hafa verið gerðir upp og endur gerðir alveg. Þannig að sé að nýta þá. En Snorri, þessi skálar líka, önnur útvegstarfélög eiga líka aðstöðu, kamra og skála og annað slíkt og þú þekkir þennan vatnajökulsþjóðgarð. Þetta er kannski sumu leyti grunninnviðir sem að þjóðgarðurinn hefur treyst oft á. Já, þetta er náttúrulega, eru aðeins pælingar þetta kringum framtíðina líka og vatnajökulsþjóðgarður náttúrulega er settur á svæði þar sem voru aðilar með skálarekstur og aðilar sem sáu svæði eins og í Kverkfjöllum og í upphafi þá var voða lítið gert ráð fyrir þessum aðilum og þeir hafa upplifað sig aðeins svona hotrekka innan vatnajökulsþjóðgarðs. Við erum þetta komið því á í miðhálendisfrumvarpinu að það er gert ráð fyrir svona aðilum en þetta á allt saman eftir að þroskast þetta samspil og ég hef oft kallað eftir því að það þarf að skilgreina betur svona hlutverk og stöðu þessar aðila, ferðafélagana og þessar aðila sem reka skála.
hvernig eiga þeir dett inn í stóra dæmi. En varðandi það sem þeir að tala félagar mínir varðandi þessi ferðir, að við þurfum að átta okkur á því að við eigum eitt risastórt hálendi með alls konar veðrum og löngum vegalengdum. En við eigum í rauninni 2 hálendi. Við eigum sumarlandið og eigum vetrarlandið. Og það alveg sitt hvar lögmálið. Á veturna ferðist við á snjó og það nú sagt að Íslendingar nota jeppar eins og Evrópubúar nota bátinn og sigla landið. Þetta var svipuð upplifun að komast út úr ísnum í helgaferðir upp á hálendið. En á sumrin, þegar snjórinn ekki, þá erum við að aka eftir slóðum og við stöndum alveg með í því að koma í veg fyrir akstur utan slóða. Okkar bara þar að fá að halda slóðunum opnum, að þessi ekki fækkar svo mikið, að við komumst minna En menn þarf að gera sér grein fyrir þetta eiginlega 2 fyrirbæri, sumarið og veturinn. Og það sem að gerðist fyrir mörgum árum fyrir yfir 40 árum áður en félagið var stofnað, þá ferðuðust menn bara á sumrin og fengu útrás fyrir landkönnuðinn eins og Guðmundur Jónasson og þeir sú kynslóð í að leggja nýja slóðir. Við komum inn í þetta þegar menn að komast upp á lag með að keyra á snjó. Og þegar menn komast upp á lag með að keyra á snjó og geta verið í landkönnunar upplifun all land og ferðalögum á teppinu sem yfir landinu, þá minnkaði rosalega mikið áhuginn hjá mönnum að vera að ferðast á öðru jörð utanlega. Þannig að þá breytum við yfir og verjum slóðirnar og göngum með í að það sé gengi vel landið þegar teppið ekki á því. Akkurat. En þessi barátta hefur tekið á sín myndir. Þetta er svona stóra myndir sem við erum að berjast fyrir. Já. Og menn tala oft að það sé ekki samstaða. Það er algjör samstaða til dæmis allra að virða vorlokanir þegar jarðin er auð og blauð. Já, komum aðeins inn á þetta, Íris, þið í umhverfisnefndinni að þið vorum að tala skála á innviðina, þú veist að tala að þið eru að stika, er þetta göngustígar eða er þetta akslóðar sem þið eru að stika og svona fræðsluefni og er einhverju samskiptum við þjóðgarðinn, við sveitarfélögin eða umhverfisstofnun eða gerir þetta bara ykkar eigin frumkvæði og hver fjármagnar annars líkt? Já, mér langaði að fara að koma þessu að þessi verkefni sem við tökum á okkur, eins og með bara landgræðsluferðina, áðurinni fyrir að tala stikuferðina, þá erum við búin að vera að græða í Hekluskógum í Þjórsárdal seinustu ár og erum komið með alveg stórt afmarkað svæði sem einkennist af litlum trjám sem við vonumst til þess að verða á stórum skógi í framtíðinni og þetta gerum við til þess að kolefnisjafna og svo eru það stikuferðirnar. Við reynum að halda 2 stikuferðir á ári og fyrir á sumrin þá erum við að stika yfirleitt fyrir umhverfisstofnun og erum þá í sambandi við þau skaffa okkur stikum, segja okkur bara já við viljum stika þessa hérna slóða inn á þessu svæði af því það vantar og það er nefnilega svo ótrúlega mikilvægt að hafa stikur á þessum slóðum og vegum af því að það má í raun segja að stikur eru okkar leiðarvísir þegar við erum að ferðast. Við veit að við erum með GPS og allt það en þeir eru ekki alltaf áreiðanlegir og það er yfirleitt ekkert allir sem eiga GPS. Og það að stika og gera veginn svona sýnilegan, þá erum við líka að minnka það að það myndist svona villuslóðar og jafnvel utanvegsaksturs vegna misskilnings. Og einnig erum við að auka öryggi fólks þegar það er að ferðast í myrkri og miklum snjó að auka sýnilegan á ræsum. Það getur verið mjög tricky að fara yfir svona ræsi þegar maður sér ekki hvar stífnar liggja að vegurinn, þá getur maður farið vitlaust megin yfir. Þetta er mikið öryggismál í leiðinni líka, sko. Já, algjörlega. Og svo reynum við að stika líka slóða sem að klúbburinn veit að það vantar stikur á eða félagsmenn benda hérna, já, okkur langar að stika þetta meira, þá gerum við það. Akkurat. Það má ekki heldur gleyma landgræðsluverkefnum umhverfisnefndarinnar sem hafa verið gífurlega mikil, bæði inn í Þórsmörk og eins með skógrækt ríkisins eða inn í Hekluskógum. Og ég er einmitt búinn að vera núna í sambandi við skógræktina og reyndar tölum við minnum við Báskógabyggð og við erum að leita okkur á landi til uppgræðslu því að það kom frá ungliðarhreyfingunni sem sagt óskum það að við kolefnisjöfnuðum ferðirnar sem að klúbburinn var að fara og fyrst fannst mann þetta nú vera kannski ekki neitt rosalega skemmtileg hugmynd fyrir mann en svo fór maður að skoða þetta það er mjög sniðugt og við höfum lagt eftir því að fá allt upp til 50 hektara svæði til þess að taka að okkur og skipuleggja sem bara skógræktarsvæði. Bara klúbb. Ég meina að koma aðeins meira inn og utan að
bæði með að stika svona slóðana, en svo líka bara með ykkar reglum og ykkar siðareglum hana innan klúbbsins, að þá eru þið kannski búin að breyta ykkur svolítið í hálfgerðar svona eftirlitslöggur á hálendinu með þetta vegarekstri. Þannig að þeir eru bæði að koma í veg fyrir þetta með merkingunum og svo að fylgjast með eftirlit. Okkur finnst mjög mikilvægt að geta frætt fólk og leiðbindin og kennt þeim þannig að ferðast með ábyrg og að geta stunda þessa heilnæma útivist. Ferðast í náttúrunni okkar án þess að raska henni. Og þegar við erum að ferðast þá svolítið svona landkunnir í okkur. Við erum að ferðast af því okkur finnst það ótrúlega gaman að geta notið þess að vera á hálendinu eða í því umhverfi sem við höfum. Þetta svo gríðarfallegt. Og það oft sem við lendum í að við hittum einhverja útlendinga eða ferðafólk sem bara veit minna og yfirleitt þá getum við gefið góð ráð að hjálpa þeim. Ef það sprungið dekk eða eitthvað, þá bara eykst stemmingin eiginlega, við förum bara að hjálpa þeim og gaman að segja að við séum smá landverðir inn í okkur. Það eitt sem alveg klárt mál, akstur utan að vega bannaður og hann bannaður samkvæmt lögum og fyrir okkur í ferðaklúbbnum þá hefur það verið mikið starf hjá okkur að fræða fólk, upplýsa og fræða og ég vil miklu frekar upplýsa og fræða heldur en að fá boð og bönn yfir okkur því að það alveg klárt mál að ef að menn gangi ekki vel hlutina þá þarf að grípa til aðgerða. Akkurat, en Snorri, það kom hérna einn spurning eftir þína tölu áðan frá henni Ernu Sveinbjörnsdóttur og þá spyrum hvort megi keyra öðruvísi eða öðrum stöðum á veturna heldur en á sumrin eða allt á sömu slóðarnir? Nei, þetta þannig að á sumrin fylgjum við slóðunum og viljum bara sjá gott slóðakerfi í sátt við landið. En á veturna þá komið teppi yfir allt og oft ferðust við á svipuðum stöðum á slóðirnar ef það nógu þykkur snjór. En í rauninni megum við keyra allt landið á snjó nema þá á sérstökum stöðum sem eru varðir kringu hverasvæði eða viðkvæmsvæði aðeins sérstaklega. En þetta raunverulega alveg sitthvort landslagið og sitthvort baráttan og sitthvort frelsið. Þegar við erum að tala snjóakstur Snorri, þá má til dæmis finnast á þegar ferðaklúbbun og Bláfjallafólk tóku sér saman og bönnuðu akstur sem sagt jeppa inn á Bláfjallafólkvangsvæðinu og við höfum einmitt verið að fá upplýsingar það að því miður eru svona þeir sem vilja fara stutt í snjó hafa verið að fara inn á skíðasvæðið og keyra þar en þessi breyttu jeppar eins og við erum og þeir ekki á þessu svæði því að þarna var gert samkomulag og það var eins líka gert samkomulag inn við Hvannadalshnúk. Þar var gert samkomulag að jeppar verði ekki að keyra ákveðnu tíma þegar göngufólk þar. Þetta ekkert vandamál að klúbburinn alltaf tilbúin í allt svoleiðis að banna ef það einhver rök fyrir því. Já, þetta var algjör samstaða. En það svo langt síðan við gerðum samkomulagið Bláfjallafjólkvangi, ég man eftir fundurinn hjá 404 þegar kom maður þaðan og þetta var áður en umhverfisráðuneytið var fundið upp. Þar sem við gerðum þetta samkomulag að skipta hellisheiðinni og það var svona eðlislega skipting. En mér langaði að áður en við klárum og farum á langt að aðeins að koma inn á þetta með frelsið og hvernig það hjálpar okkur. Að við oft spáðum í það að það ekkert sjálfsagt mál að þjóð eins og við með okkar land hafi yfir að ráða verkfærum og fólk með þekkingu og færni til að beita þessu verkfærum og ferðast allt landið, bæði að sumri og vetri. Þetta óbáslegur áskorun að ferðast jökla að vetri til og í myrkri. En það meðal að þjóðanna. Hvað segir þið? Eins og Íris kom inn á áðan að það bara eiga sinn bíl og fara að keyra og læra þau að gera við. Já, og hvers vegna getum við þetta? Hvernig Ísland þannig að almenningur hreinlega hefur þetta á valdi sínu að gera þetta og ég held að það komi til nokkri þættir sem að störfuð frá. Við stofnuðum ferðaklúbbinn kringu tæknibreytingar og ferðafrelsi en það eiginlega þrennt sem búin að ýta okkur í þetta ástand. Það annars vegar þörfin. Við búum í landi þar sem þörf á að ferðast við erfiðar aðstæður. En það líka þurfti að fá að breyta farartækjum til að geta þetta og þar fengum við frelsi. Í viðræðum við bifreiðaeftirlitið á sínum tíma var okkur mjög vel tekið og við fengum frelsi til að breyta bifreiðum og ég tók með þess að þátt í því ásamt fleirum að við mótuðum reglur kringum þetta sem halda enn og það einn af grundvallarstofunum og síðan þetta mega bara fara og beita tækjunum. Og ég held að við höfum ekki gleyma því að frelsið það sem við laðað fram
þessa stórkostlegu ferðatækni sem við erum að nota. Og þjóðin öll farin að nýta því að þið sjáið að dekkin undir björgunarsveitabílunum, þau óx ekki sjálf. Þau eru vegna þess að fólki í landinu, því var treyst til að spreyta sig og ferðalögum breytingum og sjáu þið hvað við fengið út úr því. Og það sem við viljum berjast fyrir í framtíðinu og innleiða raunverulega opinberlega þá hugsun í þjóðgörðum að það sé gert ráð fyrir svona framtaki og að þjóðin fá að spreyta sig á viðfangsefnum. Og við sjáum að já, við erum opáslega stolt yfir því að eiga jeppatæknina þegar við bara ferðum þjóðinni þetta, þá á þetta engin þetta patent. En sjáu þið hverju að nota þetta, björgunarsveitir, veitufyrirtæki, vatnajökulsþjóðgarðar að marga breytta jeppa. Og framvegis. Norski herinn? Já, og við getum líka sagt velti fyrir okkur. Hvers vegna þurftu Norðmenn að kaupa verkþekkingu af Arctic-Trucks, íslensku fyrirtæki, til að geta ferðast í land? Við teljum að það sé vegna þess að þeir bönnuðu þetta ferðafrelsi fyrir 30-40 árum. Þannig að norska þjóðin hefur ekki fengið að spreyta sig á að ferðast utan við. Það er ekkert öðruvísi aðstæður þarna norður í Finnmörk og þar heldur en hér á hálendinu. En einhverju hluta vegna blómstrar þetta á Íslandi og Rússlandi. Og við tengjum þetta beint við ferðafrelsi. Svo má líka nefna að það er ekki bara jeppafólk sem notar þessa jeppa, það er líka björgunarsveitin og svo má ekki gleyma trússurunum sem að fylgja öllum göngu fólki inn á hálendi. Það þarf alltaf að ferja fólkið af staðnum og farangurinn og matnum og öllu því. Það fylgir náttúrulega að geta gert það. Svo náttúrulega Við gerum alltaf grína því að segja að þú lappar ekki og Reykjavík upp á Vatnajökul til þess að lappa yfir Vatnajökul. Þú þarft að komast þangað. Nákvæmlega, og þú þarft að hafa einhverja vistir og annað til þess að komast yfir. Mér langar líka að nefna þetta, Íris, að því að þú ert í verkfræðinni eða hátækniverkfræði eitthvað álíka. Er það ekki svipað bara á NASA? NASA notar nú hálendi mikið. Já, einmitt. Það er verið að smíða fullt af tækjum sem að drífast í þessum erfiðum aðstæðum. Einmitt, þessum grýtta vegi og allt þetta. Við þurfum mikla tækni til þess að drífa ákveðna staði á hálendinu okkar. Og já. Þannig ef það sem við erum búin að vera að fara hérna yfir svolítið, að þá heyri það að ferðafrelsi nr. 1, 2 og 3 vikur og til þess að haldi það þá viljið tryggja bæði öryggi og náttúruverndina, en líka bara með því hvernig þið njótið hálendisins þá kemur bara þessi kraftur, þessi frumkvæðiskraftur, sjálfboðaliða starfið í þessu. Sjálfboðaliða starfið er mjög gott upp á hálendinu og við höfum hjálpað til dæmis bændum og fleirum við að koma böggum og öðru til þess að stoppa rofabörð. Þá höfum við notað okkar bíla til þess að þeir eru betur til þess fallnir að keyra í söndum og öðru heldur kannski þungir traktorar og dráttarvélar. En margir bændur hafa verið mjög duglegir að keyra heybagga og rúllur upp á hálendi sem þeir eru að setja í rofabörðin og annað. Það má eiginlega segja að til þess samskiptinu okkar við vatnajökulsþjóðgarða að fá að fara þar inn og stika vegi og annað eins og við reyndum að komast í að stika breiðbak á sínu tíma innan vatnajökulsþjóðgarðs. Eftir að við vorum búin að vera í 2 mánuði til 3 mánuði að bíða eftir svari, hvort við mættum komið ekki, að þá gáumst upp og hringdum í Umhverfisstofnun og við fórum að vinna inn á Fjallabæksvæðinu bara helgin eftir við að stika. Akkurat, og þetta er þessi samskipti sem að þið kannski talaðu og ég hef skipt hálendinu í þrennt og þið eru búin að nefna allt saman. Það eru bændurnir eða nytjaréttahafarnir sem eru þá sveitarfélögin á bændurnir og þar eru nú skálarnir ykkar eins og setrið og annað slíkt inn á svona þjóðlendu og svo erum við með Umhverfisstofnun sem er með friðlýstusvæðin og svo er það þjóðgarðurinn. Þannig að eins og ég heyri ykkur núna þá er mismunandi hvernig ykkur gengur að vera í samskiptum og fá leyfi og fá að nota ykkar frumkvæðiskraft. Það virðist vera svolítið þungt inn á Vatnajökulsþjóðgarðs að fá leyfi. Það þarf að fara í gegnum greinilega langar pípur og miklar og oft ansi þröngar. En þegar við tölum Umhverfisstofnun þá yfirleitt er opið allt inn á Fjallabæksvæðinu og við höfum meira að segja hjálpa landvörðum þar að stinga í gegnum skafla eins og að kallað. Þá hafa þeir fengið bíla til þess að keyra slóðana áður en opna til þess að marka förin. Því að þá í raun og veru leysir snjórinn fyrr upp í veginum. Og eins líka það hindrar utanvegaakstur því að hvað er það sem myndar utanvegaakstur til þess á Fjallabæksvæðinu? Það er oftast ef það kemur skarð í veginn
eða góður drullupollur sem að fólk þorir ekki ofan í og þá fer það að beygja framhjá og eins tala ekki ef það skafl sem að liggur á veginum að þá fólk mjög gjarnt á að taka stóra hring framhjá honum til þess að vera viss að festast ekki. Já, við erum búin að ræða svolítið þennan ávinning að það fólk eins og því sem hefur gaman að njóta náttúrunnar og hún kallar á ykkur og kallar ykkur til sín. Ávinningurinn það eins og gegnum ferðafrelsi þessi þróun í þessum breyttu jeppum og þessi tækniþekking og þessi reynsla sem þið hefur bara nýst samfélaginu þá bæði til útflutnings og til björgunartækja hér. Við erum með þessar umhverfisvernd í að stika vegina og vera leiðbeinandi og svo það þessi viðvera ykkar í aðstoð, þannig að þurfi ekki alltaf að vera kannski eins og ég segi oft ríkisstarfsmenn til þess að aðstoða hálendinu, leysa þessi verkefni, vera með eftirlitið, vera að koma neyð því að við oft verið fyrsti til það ekki þegar koma upp óhöpp eða slys og annað slíkt. Já, þetta mjög mikið sjálfboðastarf, öll þessi verkefni sem við tökum að okkur og einmitt að vera mjög mikið á varðbergi ef að við fréttum af einhverjum utanvegsakstri eða skemmdum eða fóki í jarðvegi, þá erum við oft mjög tilbúin til þess að bregðast fljótt við og fara bara á staðinn, taka hrífur með okkur, raka yfir, þannig að slóðin, förin hverfi fyrr og náttúrulega jafni sig á skemmri tíma. Samanber verkefni sem við tókum þegar við fórum upp undir Loðmund eftir að Frakkandi kemur út fyrir. Já. Og eins líka þegar að Rússinn, fræga stjarnar þarna, skellti sér utan við á Mývatni, að menn rættu þetta mikið í blöðunum og mikill hamagangur, en við hringdum bara eitt símtal og svo fór bara rúta frá Akureyri og þetta var bara lagfært, málið var dautt. Það er alveg magnað að sjá. Hvað segir Snorri? Íris, þú? Já, ég ætlaði að bæta þig við að þessi viðvera á hálendinu, hún gerir svo mikið gagn. Ég held að við höfum öll lent í því að koma að örmagna reiðhjólamönnum við Árbakka og ferja þá yfir eða fólki sem staldra við í gönguferð og býður eftir bíl til að ferja sig því að fólki þreytt og kalt og kannski rigning. Þannig að við þekkjum öll þetta með samfélagsaðstoðun upp á fjöllum. En það annað líka sem var gaman að koma inn á og það þetta með náttúruverði framtíðarinnar. Að við viljum byggja upp þannig framtíðarskipan innan þjóðgarða, hvað sem verið þjóðgarðir ekki á hálendinu, að það sé gert ráð fyrir okkur sem ferðafólki því að til dæmis okkar ferðamáti þannig umfram marga aðra að við getum tekið börnin okkar með. Og það kannski skýringin á því að ég verið að ferða svo mikið á jeppa. Ég eignaðist mitt fyrsta barn 20 og konum var 18 ára og við höfum alltaf verið með fullt af börnum. Og það hentar svo vel okkar ferðamáta að vera með fjölskyldu. En í leiðinni erum við að ala upp náttúruverði framtíðarinnar. Því að börn fólks sem hafa ferðast með foreldrum sínum, það eru þau sem vilja fremst allra verja hálendið. Og viljum við verða og við með því að hlúa okkar ferðamáta og gera ráð fyrir okkur, þá erum við að byggja upp svo mikla, náttúruverði framtíðarinnar. Hver vill verja land sem maður veit ekkert um? Það eru miklu færri. Svo getur við aðferðirnar, þjóðgarðið ekki, en við viljum ala upp í unga fólkinu að kynnast þessu. Það okkar. Það var frægt skáld sem sagði að hvers virði að landið það heitir ekki neitt, en það líka hvers virði að landið að þú veist ekki um það. Hvað segir Íris? Hver ætlaði þú að bæta þig? Já, mér langaði að bæta við að Snorri nefnir að það er svo mikilvægt að geta að ferðast með fjölskyldunni og að geta upplifað þetta sem krakki, að ferðast á þessa staði sem ekki allir komast á og þess vegna finnst okkur svo sorglegt núna við fólki sem fengum að upplifa þetta þegar við vorum lítil. Okkur finnst svo sorglegt að horfa upp á það sem verið að leggja öll þessi boð og bönn. Það verið að loka öllum þessum slóðum sem við gátum ferðast þegar við vorum lítil. Þessum ævintýraslóðum og þetta bara að fara að verða á þjóðsögum núna ef að þessi boð og bönn verða að veruleika. Akkurat og þrátt fyrir að þessi slóðar hafi verið opnuð svona lengi og hálendið hefur verið með töluvert ferðafrelsi að þá það bara rúglega sjaldan verið betur hugsa það og þetta eins og bændunni segja landi framför. Það rúglega minnum utanvegstu núna heldur en áður og annað slíkt og sé fleira að nýta hálendið kannski. Já, við teljum að utanvegstu fari minnkandi sem vandamál. Þeir sem að hrópa annað, þeir ekki að leggja fram gögn sem sanna þetta. Og gróður í sókn mjög víða á hálendinu og þessi ljótu utanvegstu sem oft kennt við veggjakrót, þar sem fólk að keyra í hringi á sandi,
það er afmarkað við þessi alveg ógrónu svæði. En það er svo víða gróður í vöxt og það er líka að verja hálendi þegar kemur upp gróður. Þannig að við erum að fást við batnandi hálendi, ekki versnandi, að við teljum. Og við viljum líka hlúa þessu öræfakerfi. Við viljum ekki fara að teyma massatúrismann upp á hálendi. Við teljum að túristinn getur alveg upplifað hálendi gegnum einhvers konar gestastofur eða eitthvað og ef það dugar honum, þá á að láta það duga. Þeir erlendu gestir sem koma hingað og eiga að fara upp á hálendið eru þeir sem að við eigum bara að hleypa þeim þangað sem að vilja njóta þess á þeirra forsendum. Njóta þess á sama fábrátna háttsins og bara innlendi ferðamenn. Við viljum ekki þennan fjölda, við viljum kyrrðina og öræfin áfram. Eru túristar að fara upp á hálendið af því að hálendið er eins og er í dag? Það er ekki að fara upp á hálendið af því að það eru malbyggaðir vegir og annað, heldur það eru slóðar og eru tróðningar sem eru að keyra eftir. Þetta er útlendingar að sækja í, þetta er upplifunin þeirra. Vandamáli hjá okkur er bara að við erum alltaf að nota röng orð, af því við segjum alltaf komið og drive off-road in Iceland. Það er bara ekkert, við erum með ranga skilgreiningu á því orði, því að off-road in Iceland er bara bannað. En það kom ein spurning hérna, Snorri, sem ég held að sé áhört fyrir þig kannski að þú getur frætt okkur hann. Siggi litli spyr að segja þessi illskiljanlega aðferð að ferðafrelsinu varðandi Breiðamerkurjökul austanverðan. Bann við vetrarrakstri þar út af því að það sé viðkvæmt land að koma undan jökli. Já, ég þekki þetta dæmi úr þjóðgarðinum og það er nú reyndar mjög klaufalega orðað í bókunum að það er sagt að það sé ekki óhætt að keyra ef jörðin snævi þakinn og frosin, sem er reyndar rangt, það er bara í lagi. En þarna eru mjög sérstakar aðstæður, þetta er aðalega vegna túrismans, þarna við Breiðamerkurjökul og ísellana og mikillar umferðar eftir slóðum sem ber ekki þá umferð sem að þetta bann er komið til. Og þetta þarf að skoða betur en menn urðu að bregðast þetta við ofboðslegum ferðamannafjölda á litlu svæði. Og það er ekki gott dæmi heildina. Nei, einmitt. Og það sem að, það sem að við erum ofboðslega mikið að berjast fyrir í Vatnajökulsþjóðgarði er að þegar tekið er á vandamálum á fjölmennustöðum, þar sem margir eru að koma, það er ekki setta reglur sem bitna svo á okkur á fámennustöðum. Eins og allsherja þyrlubannið sem kom á 20% landsins í Vatnajökulsþjóðgarði, að það þurfti að stöðva þyrlu við Skaftafell. Drónabannið er náttúrulega eitt af þessu eins og segir. Að það megi ekki sitja dróna og loft upp á miðju Vatnajökli af því að það truflar í Skaftafelli. Það funkar það. En þetta sko, því nú fyrir að styttast í þessu hjá okkur, þá langar mér að koma inn á eitt af þeim að hættum. Þið opnaslóða á Boðabönn og það var náttúrulega mikið búið rætt Vonaskarsmáli og annað slíkt og við ætlum kannski ekki að ræða það beint hérna, en það tengist þessu svo að við erum búin að ræða náttúruvernd og hvernig við hugsum hálendið okkar og þá þörf sem að þið finnið í því að vera náttúruverndar sinnar og hafi verið í ferðaklúbbnum frá upphafi. En þið voru að segja ykkur úr landvernd og dögunum. Hvað vilju koma inn á varðandi það? Sko, ferðaklúbburinn, ég man ekki nákvæmlega hvenær hann gekk í landvernd, en hann er búinn að vera mjög lengi í landvernd og á sínu tíma áttu við virkilega gott samstarf við stjórn landverndar þegar Guðmundur Hörður var þar formaður og Mummi var þar, minni mig, sem framkvæmdastjóri. Já, Mummi sem stjórnandi umhverfisráðherra. Já, umhverfisráðherra. En við erum ennþá gott samstarf umhverfisráðherra, það er nú ekki taka það fram. En við áttum mjög gott samstarf og þar stofnum við annað félag sem hét Hálendi, Hjarta Hálendisins. Og þar vorum við í samstarfi og skrifum undir við hátíðlega athöfn í Perlunni sem var bara mjög flott og raun og veru var samkomulag sem við gerum þar innandyra er að reyna að tala meira saman og vera ekki að fara þanniglega sér gegn hvoru öðrum opinberlega og styðja frekar við það sem að er okkur sameiginlegt. En því miður höfum við sem sagt bæði Samút og ferðaklúbburinn rekist á landvernd þar sem landvernd hefur verið eftir að Mummi og Guðmundur Hörður fóru farið svona yfir í meiri, hvað maður að kalla það, hardcore náttúruvernd þar sem að þeir vilja frekar banna heldur leyfa. Og
það sem tók steinum úr hjá okkur var það á sínum tíma sendi Landvernd inn bréf þegar stjórnunar- og verndaráætlun var tekin fyrir sem að var, eitthvað 400 blaðsíður, ég maður 50-60 blaðsíður að hana. Eitt mál tóku þau fyrir, banna akstur Vonarskarð. Og það merkilega var að hér í stjórnunar- og verndaráætlun var ekki verið að breyta neinu akstur í Vonarskarði. Þeirra umsögn hana snerist eiginlega í að sparka í okkur og þetta komast að þessari ferli sem endaði svo með þessari umsögn. Þá vildi ég segja mig sérst úr Landvernd og fekk síðan heimild sérst aðalfunda ferðaklúbsins til þess, en síðan ákveðum aðeins að stoppa, aðeins að sjá hvort við gætum eitthvað átt við málið, rætt við Landvernd, fórum á aðalfundi, lögðum fram tillögur og aðalfundi breytingu og orðalagi hjá þeim, það var fellt út. Og svo núna hvernig sem sagt maður voru orðið var við að sem sagt landverndamenn ganga fram í varðandi frumvarpið hálendisþjóðgarðinn, að þá eiginlega tók það bara steinin úr fyrir rest að við getum ekki spyrnt okkur við Landvernd meðan Landvernd gengur algjörlega gegn okkar hagsmunum. Það bara, það fungerar ekki. Þetta verið sama og þú verið að styðja alltaf Alþýðubandalagið, gamla. Vilji. Það mun gera seint. Já, einmitt. Þú hefur skrifað þetta sem svarta náttúruvernd. Já, inntakið í því náttúrulega þetta að við teljum að allar þessar öfgar eru svo slæmar, því að þær eru að skaða raunverulegu náttúruverndina. Að þegar verið að loka slóðum eins og í Vonarskarði sem snýst ekki náttúruvernd, heldur löngun til einhvers staðar sé ekki ekið og verið að skaða okkar ferðamáta með því, að þá raunverulega verið að stilla okkur upp í átök innandyra þegar við ætlum að standa saman náttúruvernd. Og þetta að skaða svo mikið. Og hugsið ykkur hvað ef öll svo orka sem hefur farið í deilurnar á Vonarskarð hefur verið nýtt í forvarnir og fræðslu og góðan undirbúning, hvar við værum á mikið betri staðvargandi náttúruvernd. Já, líka bara hvað þjóðgarðurinn væri miklu meiri sátt við fólki í landinu ef að væri hlustað og tekið mark á, en þetta það sem við erum að tala við séum hrætt við, það þetta bákn, það þetta ríkin í ríkinu, maður fer og tala við einhverja þingmenn og ráðherra og þeir bara segja, ég bara ræði ekki neinu þarna, ég get ekkert gert neitt. Þetta bara ótrúlegt. Já, en stóra myndir sem að kannski væri gott að mála upp, að það að það sem við óskum eftir í álendinni framtíðina, það sem gert ráð fyrir okkur. Af því að eins og við erum búin að vera útskýra, við erum í þannig landi, það bara þörf fyrir fólk eins og okkur, fyrir alla, sem ráða við að ferðast hálendið og hafa verkfærin og slíkt. Og við óskum eftir það sem gert ráð fyrir okkur. Og okkur finnst eins og í þessu frumvarpi núna, sé ekki verið að gera ráð fyrir okkur, en við teljum að það væri auðvelt að gera besta þjóðgarð í heimi, þar sem að fólk eins og við, þó að við notum vélknúin tæki við að ferðast, sem verður alltaf með rafmagn eftir 10 ár, að þá viljum við ekki láta koma fram við okkur eins og skítugubböndin af Evu sem voru alltaf falin þegar komið gestir. Við viljum bara fá að vera opinberlega til sem öflugt afl í þjóðgarði og ég held að það sé lykillinn að ég gera þjóðgarð þjóðarinnar. Því miður held ég að það sé á seint að gera í þessu frumvarpi, við þurfum bara að líta á þetta frumvarp núna sem leið af þroskanum og hluta af umræðinni. Vonandi verður það ekki samviti eins og það því að það er mikið slys. En þetta kannski samtal sem við tökum svo bara áfram með næstu ríkisstjórn og það næstu og svo kannski bara gerum við besta þjóðgarðinn. En þar þurfum við að eiga sess og vera til. Já, þá hérna, að því að nú er tíminn eiginlega á þróttum. Ég langar samt að tala aðeins þetta framtíðina, Íris, og þú finnur það ekki fyrir þessari kröfu einmitt hjá unga fólkinu og komandi kynslóðum. Þau vilja hafa þetta ferðafrelsi og það vilji til þess að því að og mér langar líka kannski að heyra frá þér við bæði þessa kröfu unga fólksins og hvað finnið þið fyrir mikilvæg nýliðun? Oft að koma fleiri og fleiri inn í ykkar félagskap sem vilja vera stunda hálendið því að kannski staðalímyndin hjá mörgum einhverjir jeppa kallar en unga fólkið nýja kynslóðin sem með náttúruvernd og umhverfismál mjög ofarlega, þau eru þarna að vilja fá frelsi til að njóta sína náttúru á ökutæki. Já, klárlega. Við unga fólkið höfum verið að fjölmenna svolítið innan ferðaklúbbsins og erum að starfa í fjölmörgum nefndum og sinnum fjölmörgum verkefnum innan þessara nefnda. Ég langaði líka að nefna það að ferðaklúbburinn það snýst ekki bara jeppamennsku. Við erum að læra svo miklu meira en bara að jeppast. Það
fjarskiptanefnd, það skálanefnd, við erum alltaf að fara í ferðir og læra á tæknina, svo það þekkingin við það að rata og svoleiðis, þannig að við unga fólkið erum búin að mynda einn hóp sem að kallast kynslóð 2 og ég einmitt starfandi í ungliðanefndinni. Þar erum við að skipuleggja ferðir, þar sem að við erum að fræða þennan hóp, viljum svolítið ferðast bara við til þess að hafa ekki þessa yfirhendi sem að er að svolítið að stjórna. Við viljum læra líka svolítið sjálf af bara reynslunni. Akkurat. Já. Læra með að gera hlutina sjálf. Vilhjálmur, þú talaðir það við hana að hún væri komandi kynslóð, sem sko að finna þessa komandi kynslóð sem alltaf verið að lokkullu fyrir. Sko, hún kannski af yngri kynslóðunum en svo eru komandi kynslóðir sem ég veit ekkert hver eru. Nei, já, ok. Þannig að það svoleiðis. En þetta búið að vera gott og ég heyri kröfun ykkar ferðafrelsið, að fara vel náttúruna og kraftinn og löngunin ykkar til þess að vera inn á hálendinu og láta gott af ykkur leiða án þess að fá laun frá ríkinu fyrir það. Þannig að þið telja að þetta rúmist allt saman inn án þess að sé stofnar það þjóðgarður, heldur að sé bara sátt og samtal það hvernig við gerum þetta sem best á milli mismunandi hópa. Þannig að ef þið hafið eitthvað á lokum, ykkur velkomið að koma með það, en að öðru leyti þakka ykkur kærlega fyrir upplýsandi og fræðandi þátt. Já, ég þakka bara kærlega fyrir að við fengjum að koma þetta fram og eina sem ég segi bara að fólk ætti endilega að fylgja svolítið með ferðaklúbbnum. Jafnvel, við erum að streyma fundum núna einu sinni í mánuði, alltaf á mánudagskvöldum. Við erum inn á Facebook með síðun okkar. Þannig að ég bara hvet fólk til að styðja við okkur, hjálpa okkur og ekki veitir okkur af í þeirri baráttu sem við erum búin að vera að slást við, já, hvað maður að segja, bátnið. Það er líka tíma og peninga. Hvað sér þið? Já, við erum með þessa fundi mánuðarlega og það er yfirleitt skemmtileg fræðslukvöld sem maður lærir mikið á, eins og við höfum verið að fjalla myndun íshella og ferðir yfir Suðurpólinn, var ekki Arctic Trucks með fyrirlestur og þetta ýmist skemmtilega atriði og skemmtilegt áhugamál fyrir alla, ekki bara stóra kallmenn á stórum dekkjum, þetta líka fyrir unga fólkið og stelpur og þú þarft ekki eins og eiga jeppa til þess að taka þátt í þessu. Komandi kynslóð. Komandi kynslóð. Við þökkum líka Andra Stein Hilmarssoni kærlega fyrir aðstoð okkur við þessa útsendingu og stýra henni og hvet ykkur svo til þess að fylgjast með öðrum þáttum og læka við Facebook síðuna mína, Vilhjálmur Árnason á Facebook. Við þakka kærlega fyrir og sjáumst hér að viku liðinni. Gangi ykkur vel, ykkar störfum.